ekki, alveg sama hvernig spáin er. En verið velkomin á þetta febrúar morgunkorn. Við fáum núna margvíslegar upplýsingar sem tengjast hvatningaverðlaunum sem voru veitt í fyrsta sinn á síðasta ári. Hvatningaverðlaun upplýsingar, en þau verða veitt annað hvert ár, þannig að verður aftur auglýst eftir tilnefningum á næsta ári. En þær koma á Reykjanesbæ og fengu verðlaun fyrir verkefnið í takt við umhverfið og það á svo sannarlega vel við. Við erum alltaf í auknum mæli að spá í umhverfismálefni. Og af því að það er fólk spennt að bíða eftir að streymið hefjist, þá held ég að við bara byrjum. Óskar, erum við ekki on it? Heyrðu, frábært, þá gjörið þið svo vel. Já, góðan daginn. Já, við gerum það bara, góðan daginn. Ég heiti Stefánia Gunnarsdóttir og ég heiti Guðný Kristín Bjarnadóttir og við komum frá bókasafninu í Reykjanesbæ. Og við ætlum svona að stöndum hérna og ætlum bara aðeins að tala þetta eða vera með í takt við umhverfið. En við fengum hvatningaverðlaun upplýsingar fyrir 2019 og erum ótrúlega ánægð með það og mjög hvetjandi að fá svoleiðis. Og við ætlum svona aðeins að fara líka yfir þessi grænu skref sem við hefum tekið í framhaldinu. Það var semst á haustmánuðum 2018, þá held ég sko að við séum eiginlega að tala þann tíma, að hún Guðný, hún er náttúrulega starfsmaður og svo gerist hún liðsmaður í Plastlaust september, sem er alltaf á september hvert ár og hún þegar að nefna við mig að hún hafi áhuga á svona pokastöð í Reykjanesbæ. Og við vorum bara að hittast í stigunum eitthvað og hún var eitthvað að tala um þetta og ég bara, já, ok, hvað er það og vissi ekkert þetta en ég sagði bara, já, bara prófa þetta og kíkta á þetta og svona. Hún náttúrulega vildi hafa pokastöð í Reykjanesbæ, það var engin á þeim tíma en þetta var víða land. Og maður svo sem datt ekki í hug þarna að þetta myndi vaxa svona. Já, stundum bara segir maður bara, já. Já, og ætla að byrja aðeins að segja ykkur hvað pokastöð er. En það er svona, hugmyndafræðin er að það koma fjölnota pókum, svona hringrás af fjölnota pókum í umhverfið. Þannig að við getum öll hægt að nota plastpoka. Og þetta byrjaði árið 2016 á Höfn í Hornafirði, í Íslandi. Og búið að dreifast þetta út all land núna, mörgum stöðum. Og þetta er svona alþjóðlegt verkefni Boomerang Bags, kemur upphaflega frá Ástralíu. Þannig að þetta er mjög svona hentugt að hafa þetta í verslunum og bókasöfnum þegar fólk gleymir pókanum sínum heima. Og við hættum að nota plastpoka Við byrjum árs 2019. Já, 2019. Þannig að nú getur fólk bara fengið lánaða póka eða gleymir póka. Já, og það var þarna 2018 sem að bókasafnið tekur þátt í átakinu, Plastlaust september, og svona sem að voru náttúrulega líka að vekja fólk til umhugsunar ofnotkun plasts og skaðsemi plasts á umhverfið. Og bentum á að þessi svona margnota taupokar gætu komið í staðinn fyrir plastpoka. Og það var svona líka markmiðið og sögðum fólki að það þyrfti ekkert að kunna neitt í saumaskap til að geta komið, en þannig að það gæti bara komið og það gæti fengið bara, þótt að myndi ekki hjálpa okkur að klippa út merkingarnar á pókana. Og svo var það í aðdraganda ljósanætur að þá var verkefni betur kynnt og íbúar svona beðnir að aðstoð við verkefnið. Og þá var markmiðið að fjölga taupókum á stöðinni, en þarna var aðeins ein pókastöð í Reykjanesbæ og það var í Ráðhúsinu. Við fengum fólk frá Betri Bæ sem kom og þau ætlum að reyna að koma þessu í verslanir á Hafnargötunni sem er aðalgatan
og svo var það bara dagana 23. til 31. ágúst, þá voru íbúar hvattir til að koma á bókasafnið á opnunartíma og taka þátt í verkefninu. Aftur var ekki krafist að fólk kunni neitt að sauma, því það er hægt að leggja með lið með að klippa niður efni eins og ég sagði og vera svo með merkið. Bókastöðuna. Og þetta er samstarfsverkefni bókasafnsins, Rauða krossins á Suðurnesjum, Samtökum betri bæ og Plastlaus september. Og við settum upp 4-5 saumavélar inn á safni hjá okkur og báðum fólkum að koma og sauma. Það tók allir rosa vel í þetta. Og er Kjartan að sauma, bæjarstjórinn, sauma fyrsta pokan. Svo mætti hann aftur, ég sjáði hann. Það var svo gaman, hann kom aftur að sauma. Það var allir mjög duglegar að koma við og konurnar úr Rauða krossinum líka. Þær komu líka með saumavélar og efni og saumuðu alveg þessar herforingjar. Og svo vorum við líka í samstarfi við skólana. Þá tóku krakkar svona úr flestum skólum bæjarins þátt. Þá var þau bara í handavinnu að sauma, komið til okkur og fengu efni og merkingar, saumuðu poka og komið svo með til okkar. Og það heppnaðist alveg rosalega vel. Og við settum okkur alveg hátt markmið, við ætluðum að sauma 1000 poka fyrir ljósanótt. En þetta voru svona 600-700 pokar í heildina. Náðum ekki alveg 1000. En það var líka svo gaman að þessu með þetta verkefni að það var eins og einn klæðskeri sem kom og hann var ég veit ekki hvað hann er innflytjandi. Og hann var svo herforingi og saumaði svo fallega poka. Þetta voru náttúrulega alls konar pokar sem voru saumaðir því að fólk var náttúrulega misklárt og við lagðum mismikið í pokana. En hann var alveg svo herforingi, þannig að það var alveg virkjað bara allir hópurinn. Það var ekki bara Íslendingar eða bara þessum íbúar sem hafa búið náttúrulega. Þetta voru bara fjöldi fólks af öllum uppruna. Flóttamennirnir líka sem komu og voru alveg. Og það gekk bara rosalega vel. Og krakkarnir náttúrulega voru alveg svakalega spenntir og fylgjast með sínum pokum. Sumir vildu eiga pokana líka sem þeir saumuðu. Skiljanlega. Og en við vorum bara núna fyrir 2 vikum að setja upp pokastöð í Krónunni, Reykjanesbæ. Og svo er Akurskóli í Innri Njarðvík, þeir sjá krambúðina þar. Þau ætla bara að sauma í handavinnu poka og sjá að fylla á sína lokal-verslun. Sem finnst rosa flott. Og svo er náttúrulega pokastöð á bókasafninu og í verslunum við Hafnargötuna. En varðandi þetta verkefni, krambúðin, þá er í Innri Njarðvík, þetta er 3500 manna hverfi. Þannig að það er gaman að skólinn skuli hafa tekið þetta bara upp hjá sér að ætla að sjá hana. Það er ein verslun þarna í þessu hverfi. Þannig að það verður spennandi að fylgjast með því. Og þá á að vera einhver fastur, hvort það sé 7. bekkur sem eigi alltaf að vera að sauma poka. Þannig mér finnst það áhugavert. Sú sem er þar, kennari, hún var mjög áhugasöm og er eiginlega að taka þetta svolítið lengra, sem er bara gaman. Mjög skemmtilegt. Má ég koma með spurningu? Já. Þau sauma í skólanum þá? Já. Komið til líka? Já, þau sauma bara í skólanum en þau fá allir þetta merki pokastöðin. Og það var náttúrulega Reykjanesbær sem bara keypti það í verkefni. Og þá bara fá þau það og svo bara sjá þau þetta og þá er þetta bara hluti af þeirra kennslu eiginlega. Að hugsa umhverfisvernd. Hvað er þetta að gera merki? Fánasmiðinu Ísafirði. Þeir eru með tilboð fyrir alla pokastöðar. Fáum svona sér díl. En það var eitt líka sem ég ætlaði að bæta við, það sem er kannski nýjasta ég var að tala við hjá Rauða krossinum og þá eru þeir með saumahóp þar sem er einmitt innflytjendur eða fólk sem fer ekki mikið út og vorum að ræða það að þeir myndu sauma eitthvað á pokum fyrir okkur og kæmu þá til okkar í bókasafnið bara saman og afhenda í pokastöðina. Þannig að það vonandi verður það að vera líka. Svo eru líka sumir sem koma til okkar að fá efni og eru að sauma heima hjá sér. Svo koma þeir bara með bunkan.
En þetta eru sérst í framhaldinu þá er komin svona umhverfisvæn slagsíða, má segja, í bókasafnið og við höfum verið með fókus á þessa umhverfisvænu viðburði. Og við náttúrulega sett upp saumavél og þetta, en svo meira. Já, svo höfum við verið með skiptum svona markað, bæði fyrir föt og leikfang, fullorðinsföt, barnaföt og svo listahátíð barna í fyrra, það ekki, þá saumum við nammipoka. Þá gátu börnin komið og sauma sér sinn eigin nammipoka til að fara með. Þá þarftu ekki að taka þér plastpokan eða bréfpokan á nammibarnin. Þá ertu bara með þinn eigin fjölnota. Og svo settum við upp innpökkunarstöð fyrir jólin. Þannig að fólk gat komið og pakkað inn gjöfum í afskráð tímarit og afskráða bækur og sauma sér líka bara úr efni svona poka. Og við vorum með matarsónar erindi núna í janúar, það ekki? Og Rakel Garðars frá hvað heitir hann nú? Vakandi. Vakandi. Svo höfum við með taugblöðukynningar á foreldramótnum líka. Hérna sjáum við nammipókana, krakkar að ægilega ánægð með nammipóka sinn. En við sögum líka að það geti verið fínt, þú veist, þið ætlaðu að kaupa sér einhver ávist í pókana. Já, já, það má líka. En við auðvitað þetta samt sem namipóka. Og svo höfum við verið þarna að nota náttúrulega allt efni sem til fellur í alls konar föndur og einhverjar uppkomur og þannig að þarna sjáum við til dæmis þegar við vorum að gera kort. Jólakort, jólagjöf og pakkinni búa til svona poka bara úr gömlu dönsku blaði. Og þarna er frá taugblöðukynningunni, eða ekki? Jú, taugblöðukynningunni og svo auglýsingin okkar að sauma vélina og þarft að koma og stytta buxur eða sauma gardínur. Það var það bara. Saumavélin þá alltaf bara, hún er bara, tíma, það bara þarna. Já, hún er bara alltaf ein saumavél uppi við, en svo þegar við erum með sauma fyrir umhverfið viðburðin, þegar alltaf 2 í mánuði, þá setjum við upp fleiri vélar bara á neðri hæðinni. Þannig að fleiri getur saumað. Já, svo höfum við verið með fleiri svona umhverfisvæna viðburði, höfum verið með jólaföndrið, eiginlega allt bara úr endurvinnanlegu efni. Og svo var uppskeruhátíð sumarlestur sem sjá okkur núna í haust. Þá vorum við með fjölnotapoka sem krakkarnir fengu að mála á eða skreyta og var ekki, fengu ekki einhverju krakkar einhandaráriðanir á pokana sína. Jú, þetta voru svona taupokar sem við keyptum bara alveg óunnir og svo fengu þau að nota penna, svona hvað maður segja? Fatatúsliti og fengu þá einhandaráriðan frá honum Gunnar Helga. Já, á pokana sína. Þannig að þetta var alveg líka kynnt svolítið og reynt að fá þau til að nota sína poka. Svo höfum við verið með fullorðinsföndur, erum með í kvöld fullorðinsföndur. Við höfum verið með að þrykkja á taupoka, þá vorum við með þessa sömu taupoka og byggum til stimpla og notum alls konar. Sumir komum með ávexti að heiman sem við skárum niður og settu í málninguna og stimpluðu á. Við höfum gert baðbombur og sápur, vorum með artmoni líka, fullorðinsfundur. Vitið þið hvað það er? Það er svona norrænir listamenn, það getur allir tekið þátt. Þetta er svona gjaldmiðill, þeir búa til sinni eigin gjaldmiðill. Og ég veit að í Færeyjum til dæmis, þá getur borgað gistingu á gistiheimili með þessum artmoni. Þú getur keypt, ég man ekki hvað verðið var, þetta var hjá okkur, þetta var eitthvað 3000 og eitthvað. Verðgildið á einum artmoni. Svo höfum við með svona bókabrot og origami sem við verðum með mitt í kvöld til að búa til svona óróa. Svo höfum við gert bívaxdúka líka, svona til að minnka einnota plastvrappið sem allir eru að nota. Það voru heimskonur hópurinn okkar sem var í því. Konur að erlendum uppruna. Hérna sjáum við bívaxklútana og jólaföndrið. Það var allt bara úr svona gömlum bókum og blöðum, gerðum alls konar lítil jólatré og
Hérna er svona þrykkið á hérna búkana. Og Artmoney er þarna, skvísurnar hafa stilla sér þarna. Voru með sýningu í kjölfarið. Er þetta bara á starf við peningaseðil eða? Nei, þetta er svona aðeins stærra sko, aðeins Já, stærri, ég það. Já, og við notuðum sko bækur, afskráða bækur sem að fólk bara gerði listaverk á. Þá var þetta orðið Artmoney. Þið sjáu sirka stærðina kannski þarna hangir á veggnum, ég veit ekki. Þetta verkefni kemur uppláðan frá Danmörku. Þeir bara senda okkur í tíman póst og vildi eftir að fá sína hjá okkur og gera svona vinnustofu. Þannig að það var mikið af fólki sem mætti og bjóð til sinn gjaldmiðil. Komust færri að en vildu og í flest fullorðinsfundir hjá okkur þá er alltaf biðlistar. Við getum bara tekið við vissum fjölda en það er alltaf bara fólk á biðlista og hvenær verður næst námskeið. Þannig að það hefnist mjög vel. En í framhaldinu þá höfum við náttúrulega verið að skoða þessi mál í safninu og við höfum verið að tekið náttúrulega út eins og þið örugglega flest plastbókana, plastglösin, svo skiptum fyrst yfir í pappamál og fórum svo yfir í leirbollana og svo höfum við náttúrulega verið að flokka í húsinu í örugglega 5 ára og gefum allar bækur áfram eða notum þær í fendrið eða einhver verkefni sem erum að vinna. Svo höfum við náttúrulega fullorðin spila og kökuform eins og margir hafa verið að gera. Og Reykjanesbær þeir fylgja þessum heimsmarkmiðum sem að margir hafa verið að ræða og mörg sveitarfélög eru að hugsa og eru að vinna út frá. En við í okkar nýju framtíðarsýn bókasafnsins þá sáum við það að við styðjum öll 17 heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna þegar kemur að sjálfbærni og við höfum talað grænt bókasafn og sjálfbærni og að bókasafni verði umhverfisvænt og fylgi skrefum Reykjanesbæjar í umhverfisvernd og bókasafni miðlar upplýsingum umhverfisvernd til notenda eða bæjarbúa og hvetur til aukinnar umhverfisvitundar og að allar ákvarðanir í rekstri safnsins verði teknar út frá umhverfissjónarmiðum og bókasafni sýni ábyrgð í verki. Þarna er mynd af því þegar við fáum afhent hvatningarverðlaun upplýsingar. Við erum ótrúlega ánægð með það, gaman að fá sér verðlaun og ég vildi svona að þetta síðasta glæran og vildi ég náttúrulega svona benda á það að það er náttúrulega sem stjórnandi þá er mjög gott og ég vildi bara hrósa svona starfsmönnum bara eins og Guðný sem að koma inn með áhuga og eitthvað drifkraft og inn á safnið og vilja sjá einhverja hluti, þú veist, það sem þau eru að gera og nota sína styrkleika og áhuga í að koma minni í verkefni og það þarf náttúrulega að hlusta líka á það þótt maður segir kannski bara já eða eitthvað, þú veist, fyrst. Þannig að því oft úr svona verkefnum eða áhuga hvöt eða hvað maður segast hjá starfsmönnum að þá verða til svona skemmtileg verkefni. Þannig að ég vildi bara ítreka það að það er gott að hlusta á það sem þau eru að gera og að því að starfsmenn eru náttúrulega misjafnir eins og margir og allir hafa einhverju svona áhuga eða einhverju innri drifkraft sem við getum nýtt á safnunum. Og þetta finnst mér svona að þetta sauma fyrir umhverfi. Mér finnst þetta svona dæmi það. Þar sem að einhvern veginn byrjaði eitthvað að reyna að setja upp einhverja bókastöðu yfir að það var miklu stærra verkefni og fór náttúrulega víður bæinn og svo náttúrulega fengum við verðlaun fyrir það. Það var nú ekki verð. Þannig að það er mjög bara gleðilegt. En við erum búnar, en við erum með póka ef ykkur vilja sjá svo hvernig þetta er gert og ef það er eitthvað spurningar eða þá við spjöllum bara við ykkur eftir. Hafið eitthvað aðtöðað hvort það er minnkað mikið plastpóka nokkuð, þess að rannsaka hversu mikið hún er minnkað í bænum? Nei, við höfum ekki gert það, en hjá okkur náttúrulega hætti hún alveg. Já. Það var bara alveg tekið fyrir það og það var alveg að fara slatti út af því sko.
En ég held að almennt í samfélaginu þá er fólk orðið meira meðvitað þetta og er oft með póka með sér. En þetta náttúrulega eins og þessi pókar eru hugsaði þannig að þú ert að detta inn í krónuna, ég er ekki með póka minn. Þá bara tekur þú pókan og skilar hún svo í næstu ferð eða næstu pókastöð. Þetta á ekki að daga uppi, heima hjá fólki. Af því maður er oft með póka með sér og ég gerir það í skottinu en svo er ég stundum bara komin eitthvað. Þá myndi ég vilja geta gripið í svona póka og skila hann svo seinna því ég nenni ekki að safna þessu upp. Eru þeir alveg að skila sér í bata? Já. Það er nefnilega stundum á morgnana þegar maður kemur í vinnu og þá er kannski bara karvan tóm, svo bara eftir hádegi þá er hann allt í núna full. Þannig að þetta er alveg að koma tilbaka. Ég langar bara að þakka ykkur fyrir fyrirlestur. Mér finnst þetta einstaklega áhugavert verkefni og bara líka er svo gott svona fyrir bæinn. Já, Bæinn. nákvæmlega. Það var svona okkar upplifun sérstaklega þarna af því það kom plastljós ljósanótt. Já. Þá einhvern veginn allir finnst þér eiga þátt í þessu. Ég held að það hafi verið svona innspýtingin sem að var til þess að við getum líka haft á fleiri stöðum. Sko það sýnir hvað samvinnan er máttur. Já. Og þetta er líka kannski verkefni þar sem að eiginlega flestir geta gert eitthvað. Já. Því við vorum náttúrulega að fá líka suma sem voru bara gátt ekkert sauma en þeir voru eins og sagði að klippa. Já. Og líka strauja Og strauja böndin. Já. Það getur flestir að bein bara beinsveimur. Já, það voru sumi sem treystu sér ekki í það. Já. En svo vorum við eins og segja með klæðskera. Já. Þannig það og svo vorum við náttúrulega foreldrar með börnum sínum og svona þannig að þetta var og skólarnir að koma og sækja meira efni og svona. Ég held að það sé ekki mikið svona Reykjavík í Ökkurvörðunum. Nei. Ég veit að það er pókastöð í Vesturbænum. Já, Það hefur verið í Melabúðinni en hún hefur ekki, Við hefur erum ekki að sauma póka í Reykjavík Túnlæfri, Já, en þeir eru ekki bara beint fyrir pókastuð. nei. Hvernig með efni? Kölluðu þið eftir efni eða? Þetta var náttúrulega allt í samvinnu við Rauða krossin líka. Þannig að þeir áttu svo mikið efni. Það er ekki gett gamla skiptur og svona. Jú. Bolir. Bólir, Það var gamla ein bólir og nærbólir og alls konar bara sænguver og kottaver og fólk hefur líka verið að koma með efni til okkar. Já. Þannig að það er bara frábært að geta nýtt Það sem Þú til ert- það sem til er. Þú ert ekki að fara að kaupa þér eitthvað, þú ert að endurnýta, búa til eitthvað annað sem að Það nýtast. er brilliant. Svo er ég forvitin varðandi saumavélina sem er á staðinum alltaf. Er hún mikið notuð? Er fólk að koma til þess að gera við og stilla og eitthvað? Við erum alltaf nýbúin að setja hann upp aftur, eða hún var alltaf á neðri hæðinni. Við erum í raun kannski við erum ekkert með góða aðstöð til að setja svona, að það er allt svo opið hjá okkur, en við höfum verið svona einn og einn að koma, en ekki margir ennþá, sko. Við erum svona að reyna að auglýsa þetta betur og sumir eru feimnir að sauma fyrir framan aðra. Þannig að viðburðurnar okkar er á neðri hæðinni þannig að sem fólk getur þá komið og lokað að sér. Það var stundum komið vinkonahópar og saumað. Er þá gott líka borðpláss við? Já. En það eru flest allir sem finnst betra að kannski sauma í svona afmörkuðu rými. Maður skilur það alveg. En við erum bara að reyna að finna alltaf lausnir. Það þrengir náttúrulega svo að okkur eins og örgulega flestum. Og það er svo erfitt þótt að finna þessar lausnir. Þetta var allan lausn sem við gátum fundið núna. Er einhverju verslanir í bænum sem hafa farið ykkar leið og hægt alveg með plastpoka og svoleiðis og farið bara í þetta? Já, ég held að flest allar, ekki kannski bara í þetta, en flest allar verslanir held ég séu hættar með Hætta með Plastpoka. plastpoka. Það eru með bréfpoka, veit Er ég. það ekki laga ákveðið? Jú, eða þú ert að selja. Þú þarft að selja pókana, sko. Já. En þetta er allavega í völdum verslunum á aðalgötunni. Og svo veit ég líka að Reykjavíkurborg keypti merki fyrir pókastöð Reykjavíkur. Og ég held að það sé hægt að nálgast það bara á þjónustumiðstöðum, bara í öllum hverfum, sko. Já. Þannig að voru keypt. Ég veit ekki hvort það hafi verið mikið sótt í það. Ég er ekkert að vera mikið Reykjavík. Nei. Það var vettlingur í meðinabúðinni sérstaklega þegar voru aktiv pókastöðinni hérna Vesturbænum Já,
Og þetta voru rosalega mikið 9. og 10. bekkingar í Hagaskóla sem voru. Þau Og stofnuðu það þetta þegar þar sko. þau voru konið framhaldsskóla og voru meira að gera hjá þeim, þá minnkaði hvað þau voru oftar að hittast þess að Já. sauma. En ef að þið hafa áhuga á að prófa þetta hjá ykkur þá ætti að vera til merkingar fyrir allavega fyrir Reykjavík borg. Ég spáði hvort að það geti hana lyft pókunum þannig að þeir sem eru í streymi sjáu það sem að þið eru að fara að sýna okkur núna eftir. Það missi ekki af. Já. Þetta er svona alls konar greinar. Þessi er alveg bara, Þessi er kannski alveg- meiri metnaður en þessu er bara þessi svona. Þessi er hérna með blúndu og allt sko. Er hérna. Þannig eins og maður getur klætt sig í þennan stíð. Já. Já. Svona hafa bólirnir orðið einhvern veginn. Og sumir hafa einmitt, þú veist, með bólina þá þarftu ekki að sauma, þú getur klift bara upp í og bundið hnúta. Þannig að sumir krakkarnir gerðu það. Og þessi hérna. Mjög skemmtilegt. Ef það er eitthvað fleiri spurningar þá ætla ég bara að þakka ykkur Stefáníu og Guðnýju mjög vel fyrir. Þetta var mjög áhugavert, gott að fá upplýsingar þetta verkefni og örugglega hvatning fyrir einhverja. Og ég þakka ykkur sem komið hingað og við fáum náttúrulega að skoða og getið spurt betur þetta verkefni núna á eftir. Ég þakka þeim sem voru að horfa á streymið og kannski vekja athygli á því að það eru lausar stöður í stjórn upplýsingar, aðalfundur í apríl, þannig að ég hvet ykkur sem að vitið af einhverjum sem að hefði gaman að því að koma inn í stjórn og eitthvað fram að færa að láta okkur vita af því fólki sem við getum þá haft samband við. Annars þakka ykkur bara kærlega fyrir notalega morgunstund og ykkur alveg sérstaklega vel fyrir að koma úr Reykjanesbæ hingað í Hafnarfjörði. Og Hafnarfjarðar, ykkur á bókasafni Hafnarfjarðar til að taka mót okkur. Takk.